loksins að snjóa. Það snjóaði við samt líka eitthvað smá menn ég var í Íslandi. But it's snowing. Hversu næs. Það eru fallegir snjór líka. Góðan daginn. Ég að fara til Frankfurt í dag. En aftur að fara til Frankfurt. Af því ég og Michelle ætlum að fara að prófa kóreskan veitingastað. I'm very excited. Mér langar mjög mikið í Korean fried chicken. Mér langar líka í kóreska dumplings eða svona gyozas. Shit, hvað þetta að komast í það sko? En já, þannig ég ætla að hoppa með strætó. Michelle að taka saman strætó ekki ég, nema hún þarf að taka hann bara miklu fyrr. Þannig ég ætti að hitta hana bara beint í strætónum. Og ég veit ekki hvort ég muni vlogga eitthvað mikið með henni. Hann finnst eitthvað svo óþægilegt. En ég mun allavega að sýna ykkur matinn sem við fáum okkur. Absolutely. Við erum á svo skrýttum stað í Frankfurt. Það andast ekkert í gangi. En hérna kóreski staðurinn. Is it open? Yeah. It doesn't. I'm so confident. Yeah. Við erum bara að lappa hringir í kringum húsið. Þetta alltaf á staðurinn. En hvar við fyrir minn, vitum við ekki. Það segir að það ekki opið í hádeginu. Nema maður panti. Bruh. Ok, þessi staður var lokar. Þannig við erum að fara að finna annan stað. Við reyndum að hringja og það átti mjög erfið samskipti við veitingastaðar og þessi að myndi bara vera opið í kvöld og maður þarf að panta borð. En þannig við ætlum að prófa að fara. Ok, maturinn kominn. Holy shit, hvað þetta vel út. Ég fekk mér, ég veit þess ekki hvað, ég veit að mér á þessu. Ég veit að Michelle fekk sér garlic soy chicken með rísgrjónum. Ég ákvað að fá mér franskar sem kannski ekki alveg the vibe en samt. Og svo erum við að deila tteokbokki hérna. Og það var ekki hægt að fá það mild, þannig að það kannski svolítið spicy. Kemur í ljós. Ok, taste test, my guys. Okay, tteokbokki time. It's not too spicy. Mjög gott. Góðan daginn. Í dag sunnudagur, það 12. janúar. Sem þýðir að skólinn byrjar aftur á morgun. Ég ætla að reyna að klára eina kynningu í dag. Ok, ég klára. Ég ætla að hafa efnið sem á að vera í kynningunni tilbúið í dag. Og ég verði örugglega bara yfir rúmið að gera það að því ég er enda ekki þreytt og eitthvað slappa á því. But I made another snack box. Sjá hvað þetta gerir þó. Oh my god. I love it. Ok, góðan daginn. Ég ætlaði klárlega að taka upp smá vídeo í morgun en ég var alltaf þreytt. En ég mætt í ræktina. Var að koma ræktakort og var að fara í nýja ræktuskipti, bara verið ekki úr klass heima. En þessi rækt lukkar very nice. Þannig ég er mjög spennt. En ég get verið mjög stutt í ræktinni af því að ég var búin að gera ráð fyrir, ég væri ekki að fara tíma fyrir kl. 2 en svo er einhver hópur fyrir að hópavinnu í kl. 12. Þannig ég get bara verið mjög stutt en ég er mjög spennt að prófa og núna er ég komið með kort til þess að svona actual physical kort til að skanna mig inn í ræktina. Má ekki gleyma því og ég notaði víst líka til að læsa skápnum og til að kaupa mér hluti eins og í skólanum. Það getur sett peningina og keypt mér alls konar mat og drykki frammi. Ég er á leiðinni heim núna. Ég var í ræktinni í þessu hálftíma. Það var aðeins til að koma mér í það að mæta, fá kortið mitt og þá get ég farið í vikunni án þess að vera eitthvað stressið það að vera að mæta í fyrst skipti. En það var mjög næs, ég fór bara hlaupafrétti, ég var að labba
og oh my god, lyftingasæði, það er svona 3 lyftingasæði og 2 þeirra voru næstum tóm. I love that. Þannig, ég veit ekki hvort það sé bara á þessum tíma dags eða eitthvað. Ég ætla að fara heim núna, snögga styrtu, fara í föt og svo þeirra mæti til skóla að vinna hópverkefni. Ég mista andlitinu. Crap. Verið velkomin í Eye Tracking Lab. Ég er að gera tilraun núna sem er part frá starfinu mínu. Student Research Assistant. Ég gerði eina tilraun sem er ný. Við þarfum að fá 4 þátttakendur í það sem er svo easy og basically búin að finna 4 þátttakendur. Þarf að klára það á næstu 2 vikum og núna er ég að gera aðra sem eru með serial dependent sem ég skrifa líka ritgerðina mínum, þannig mjög kunnulegt nema ég er að læra að gera eye tracking. Hérna er the eye tracker. Ég þarf að hafa sem er alveg kjör hérna og svo á þessum skjá gerir maður allt en ég er ein þannig ég þarf að íta að taka og finna drussu svolítið sjálf. And very nice. Búinn í bili. En ég er leiðin í programming tíma. Skilja ekki hvað ég er stressuð yfir þessum áfanga. Ég bara, forritinn er tungumál sem ég skilja ekki. Allan ekki eins og er, en ég mun skilja fyrir prófið, þannig it's gonna be fine. What the actual fuck. Byrju, ég ætla að slekka undir hérna hellinum. Ég var að byrja að elda og of course það datt fucking olía mín á gólfi. Oh my god, ég veit ekki hvernig ég þrýfi það. Internet sagði mér að setja hveiti eða eitthvað á gólfið til að reyna að ná olíunni. Þannig það er það sem ég er að gera. What the shit, oh my god, það er olía sko út með allt og það fór blöðrur þarna og glerið fór í blöðruna og sprengdi hana. Ég held að það eru 2-3 ára eitthvað sem ég sprengdi. Ég er að fara að kynna á morgun og á laugardaginn og við erum að gera svona block seminar þar sem að heill áfangi gerist yfir einu helgi. Og þetta er svo mikið vinna að ég hef líka að gera eitthvað group work og eitthvað og ég skil ekki hvað er í gangi. Tekið tilbaka, ég skil hvað er í gangi en þetta er bara mjög mikið vinna. Og morgun erum við að fara að vera í sama áfangarum basically frá 8:20 til 17:30. Þetta er basically bara að setja hann upp að það er búið að skipta ykkur í hópa og við erum að fara að kynna og svo er svona 10 mínútna pásur inn á milli hverja kynningu og svo verður 1 klukktíma pása líka. Góðan daginn. Ég bjóst ekki við að veðrið yrði svona í dag. En það er svo vetralegt. Beautiful. Is that okay? You're in my vlog now. Oh, Is that fancy. Then you can press space for me. Please look at the red dot there. Okay. Ég er búinn í rannsóknarvinnunni en ég er á leiðinni í mensuna sem er bæði This is the mensa. Ég er á leiðinni í mensuna þar sem að ég ætla að fara að læra með Michelle og vinkonu hennar. Kallinn er það í jólastuði. En þetta er mensan sem er stærsta skólakafeterían. Þetta hús lukkar svo ugly. En þau eru með ódýran mat. That's all I'm ask for. Það er ára döner en þess að segja þetta er low quality döner. Það sem ég er að vinna með akkurat núna er rigning. Ég er að fara poolbarinn. Ég er low-key íhuga að hætta við. Ég er alltof sein. Ég held að ég vera mættan eftir 5 mínútur. Og ég er að labba af því að það low-key tekur því ekki að taka strætó. En það tekur hálftíma að labba þangað.
Þannig að ég er að labba í hálftíma í rigningunni. Ég er ekki alveg í stöðu fyrir það, en mér langar í púl. Þannig ég er á leiðinni. You're so good, so.